Þó svo jólin séu óðum að nálgast þá alltaf eitthvað í fréttum. Hér það helsta á síðustu dögum frá Suðurnesjum. Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar fyrir árin 2016 til 19 var samþykkt í seinni umræðu á bæjarstjórnarfundi í Reykjanesbæ á þriðjudag. Hún ber keim af því að ekki komin niðurstaða úr viðræðum við kröfuhafa sem vonast eftir að náist á næstunni. Ljóst að árangur verður að nást úr þeim viðræðum því skuldir bæjarfélagsins eru það miklar að ekki við ráðið nema skerða grunnþjónustu verulega. Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri fór yfir fjárhagsáætlunina á fundinum en hann sagði að sóknin sem bæjarstjórn kynnti í fyrra gangi vel og tekist hafi að hagræða í rekstri bæjarfélagsins en það dugi skammt. Skuldirnar væru það háar og nefndi hann sem dæmi að vaxtagreiðslur væru 3,5 milljón á dag. Grindvíkingum fjölgar enn, alls hefur fjölgað 230 íbúa síðan í janúar 2014 eða 7%. Það sem af þessu ári fjölgunin 4%. Grindvíkingar með erlent ríkisfang eru 351, þar af eru pólskir grindvíkingar 228. Íbúafjöldin í Grindavík þann 1. desember síðastliðinn var 3118. Grindavíkurbær hefur nú veitt HS Orku hf. Framkvæmdaleyfi til rannsókna borana í eldvörpum. Framkvæmdin hefur farið í gegnum feril mats á umhverfisáhrifum og deiliskipulag af borplönum hefur verið staðfest. Í deiliskipulaginu gert ráð fyrir 5 borplönum. Rannsóknaboranir koma ekki til með að hafa áhrif á gígaröð eldvarpa og göngustígar og slóðar verða áfram opnir þeim ferðamönnum sem vilja sækja svæðið heim. Áætlað að rannsóknarboranir hefjist mitt ár 2016. Páll Óskar Hjálmtýsson gerði mikla lukku hjá fötluðum á Suðurnesjum en hann var leynigestur á Ástvaldarballinu sem haldið var í Oddfellow-salnum síðastliðinn laugardag. Balli fékk reyndar nýtt nafn í ár og kallaðist Ég eins og ég sem vísun í eitt af lögum Páls Óskars. Ástvaldur Ragnar Bjarnason átti hugmyndina að ballinu sem haldið var í fyrsta skipti fyrir síðustu jól en honum innan handar voru þeir Örlygur Örlygsson og Eiður Eyjólfsson. Svipmyndirnar sem hér má sjá voru teknar á ballinu. Sannkölluð menningarveisla var haldin í Útskálakirkju síðustu helgi þegar þar var haldin fjáröflunarskemmtun Hollvinna Unu í sjólist. Skemmtunin var haldin til að afla fjár til styrktar starfseminni í sjólist, húsi Unu Guðmundsdóttur. Fjölmargir listamenn komu fram og flutt var tónlist og sagðar sögur. Nánar verður fjallað viðburðinn í þætti okkar í næstu viku. Eldur kom upp í bílskúr við Suðurvelli í Keflavík síðastliðið sunnudagskvöld. Slökkvilið brunavarna Suðurnesja var kallað út og slökkti það eldinn. Talsvert tjón varð í brunanum og bílskúrinn mikið skemmdur ásamt því sem í honum var. Lögreglan á Suðurnesjum fer með rannsókn brunans. Og við endum fréttapakkan hjá listmálaranum Sossu sem opnaði vinnustofu sína með árlegu jólaboði síðustu helgi. Þetta var í 20. sinn sem Sossa opnar vinnustofuna í aðdraganda jóla þar sem fólki bauðst að skoða nýjustu verk hennar og njóta tónlistar og ljóðalesturs. Gestir Sossu í ár voru þeir Svavar Knútur tónlistarmaður og Anton Helgi Jónsson, handhafi ljóðstafsins árið 2013 en hann las úr ljóðum sínum. Hér sjáum við hins vegar og heyrum Svavar Knút spila.